Já, velkomin í Rauðan raunveruleika. Við biðjumst afsökunar á því að vera nokkrum mínútum á sein. Við erum nýkomin flestina af mótmælum við Austurvöll, þar sem að þingi var saman komið, þar sem var verið að mótmælendur voru að krefjast þess að ríkisstjórnin bregðist meira ákveðið við þjóðarmorðinu sem í gangi á Gaza. Þau eru hérna með mér Sanna Magdalena Mörtudóttir, Anita Silva Bjarnadóttir, Velkomin. Magga Stína, Stefán Örn, velkomin, og Ægir Máni Bjarnason. Við byrjum aðeins að tala ofbeldið sem átti sér stað síðastliðinn föstudag, var það ekki, í Skuggasundi, þar sem var verið að mótmæla fyrir utan ríkisstjórnarfund, og þar beitti löggan ansi hressilega piparúða. Þið, Magga Stína, Stefán og Sanna, þið voruð þarna. Fenguð þið piparúða á ykkur? Nei. Já, ég meni, sko, hann náttúrulega svona bara var allt kring. Það fyrir ekki að hann var allt kring, sko, En ég var ekki svona eitthvað óheppin að fá hann í augun, sko, en náttúrulega bara var svona á húðinni og eitthvað. Það var náttúrulega svona, þú veist, örugglega 20-30 mann sem fengu svoleiðis yfir sig, skilurðu, en það eru 3 sem fóru á bráðamóttöku og 7 sem þurftu bara mikla aðhlynningu, sko. Og heyrðum bara einnig áðan að hún finnur ennþá fyrir einhverjum einkennum eftir þetta. Þetta er náttúrulega baneitra drasl sem var í þessu. Ég bara bakkaði, sko, þegar ég sá, þú veist, þau voru komið með að spraya brúsana, héldu á þeim mjög ábyrjandi og stórir, og þú veist, þegar það var byrjað að spraya, þá bara svona fríkaði smá út og bara svona bakkaði, fann alveg að ég bakkaði einhvern veginn frá þessu, sko, að meðan fólk var svona kannski meira, þú veist, að fara að þeim sem að emitt síðan urðu fyrir þessu, þá bara svona var það mitt viðbragð allavega. Ég er svolítið forvitin, hvar byrjaði þetta? Hvers vegna þetta eru friðsælmótmæli, eins og öll þessi mótmæli hafa verið, samt er alltaf gríðarlega lögreglu, þeir eru ekkert að spara, sko. Hvar byrjar þetta? Og hvers vegna? Þennan föstudagsmorgun? Já. Ég veit ekki hvort þetta byrjaði fyrsta gasið, sem sagt, á ofanverðu í Skuggasundinu eða neðanverðu? Það var, sko, sem sagt, þau voru, sem sagt, engu frábröðin, eins og þú segir, sko, öðrum mótmælum, þessu mótmæli. Og ég er búin að skoða mjög margar vídeóupptökur af þessu, bara ég er og sem sagt, og það er þannig að fólk sem sagt að ofanverðu, sem sagt við fyrir ofanverðu og neðanverðu í Skuggasundinu og ráðherra bíll kemur til þess að sækja ráðherra eftir fundu, bara þau hafa verið í 1,5 tíma eða eitthvað svona mótmælin og þá er ákveðið að leggjast af því það eru þetta engin hlustun, þú veist, á kröfur mótmælenda og hefur bara ekki verið, þannig að það er svona þekkt aðferð þá að, sem sagt, til dæmis að stoppa umferð eða, þú veist, þetta er ekki óþekkt, sko. Þannig að það er ákveðið að leggjast þess í götuna, nokkur sem að leggjast í götuna til þess að stoppa umferðina eða tefja svona umferðina, það er kannski meira svona tefja því, þú veist, þetta veit maður sem meira og þá tekur lögreglan strax upp gasbrúsa. Bara leið? Já, sérst, hún byrja að taka upp gasbrúsa sko áður en hún fer að dregur mótmælendur á annarri löpp. Já, ég sá það. Svo kalla það ekkert gas eða neitt? Nei, þeir gefa ekki viðvörun. Í alvöru? Já. Ok. Og sérst, draga fólk náttúrulega, þú veist, þannig að og þeir eru ekki að gera það, þeir eru að lyfta fólki. Að sjálfsögðu. Ekki svona óþarflega fast líka, það sá alveg myndbandið alveg rykti óþarlega mikið. Já, bara svona eins og væri til þess að meiða, sko. Já, þetta er til þess að held í leikurinn gerur hjá þeim, sko, eða þeim er allan sama. Já, þetta var gruna. Já. Nema að svo gerist það, já, þeir eru búnir, þeir eru miða gasbrúsunum á fólk. Þannig að það er búið að taka ákvörðun um það að nota gasið. Já, það verðist nokkuð skýrt, þetta kemur alveg bara. Og svo sé ég líka að það er óeinkennisklæddur lögreglumaður, svo ég veit ekki hvort það er þá æðsti maður á svæðinu eða... Þeir eru oft með eitthvað nefnið, já. Já, ég held að hann frá þá ríkislögreglustjóra. Já, hann sé þaðan. Hann gengur niður götuna, ég hafði spurt hann sem sagt hver hann væri og hann svaraði mér bara því að hann væri lögreglumaður og þú veist, var ekki... og hann gefur svona merki að það er að spreyja að neðanverðu líka, sko. Til lögreglu þjónanna. Þegar hann lappar niður götuna og það verið að og þetta er þannig að ofanverðu að það koma bara nágrannar og fólk út úr húsum þegar þeir séu ofbeldið, sko, til þess að hjálpa fólki, sko. Þetta er líka svo klaufaleg tímasetning af því þetta er bíll ekki einu sinni með ráðherra sem er komin fram hjá þeim hvort sem er og þá allt í einu vaðum með gasbrúsi andlita fólki.
Og fólk var að fara frá, en þeir voru að halda áfram að... Það var ekki lengur þau voru ekki einu svona fyrir bílnum. Það var komið framhjá. Þá var þetta hreinn og klár ásetningur, sko. Já, af hálfu lögreglunar. Já, ég segi það. Skreiðu svolítið áfram. En voru þeir að fela númerinn? Já, þeir eru farnir að gera það. Og sko, ég held að það megi ekki. Já, það má sjást alltaf í númerinn, en svo eru líka sumir með klút fyrir andlitin sem já, þeir eru farnir að hylja andlitin og feila númerinn. En samkvæmt lögum þá eigum við rétt á að vita númerinn þeirra. Já. Eins og einmitt þegar svona gerist, vegna þess að í rauninni á þetta alls ekki að gerast. Sá líka viðtal við lögreglu, hvað sem var yfir lögreglu... Varstjórinn á svæðinu eða hvað var? Já, einhvern Aðalvarstjóra Arnar Rúnar Margeirsson. Ég vil ekki segja lögreglumanni. Nei, hann er aðalvarstjóri. Og hann talaði að fyrst segir hann í viðtalinu eitthvað svona, já, það voru mótmælendur að sparki bílinn, ég held hann hafi sagt að nei, hrækja bílinn, eitthvað svoleiðis. Stórmunur. Þannig að þú veist að sjá hvernig viðbröðin eru þegar að gagnvart dauðum hlutum, bílum, einhvern veginn, hvernig það er réttlætt, bara eitthvað, já, það var verið að hrækja á bíl, þetta þurfti að, bregða svona við, manni leiði svo það væri einhvern veginn svona eitthvað sem að greinilega skipti máli í þessari frásögn hjá honum. Þetta vel verið að, ég ætla ekki að fara að segja hvort að það hefur verið rétt eða rangt hjá honum, en sannlega hver einasta setning önnur sem hann segir þessu viðtali er lygi. Þannig að þetta er ekki aggressív mótmæli. Og hafa aldrei verið? Nei, aldrei. Bara, þú veist enga kylfur. Þeir hefðu fengið heimild til að beita kylfum. Okay. Og þá átta ég mikið á því hvaða forsendur eru gefnar fyrir því að lögregla megi beita kylfum og hvað mótmælandi þarf að gera til þess að þeir beiti þeim. Já, og eigum við þá ekki rétt á beita kylfum tilbaka þá, eða skiljið, hvar liggur línan? Hvar er línan? Ég er sagt að lögreglan megi beita... Eina sem má beita er rauninni óbeldi í starfi. Mér finnst þetta skrítið að hann var þarna, þessi sami varstjóri, núna á mótmælana maðan. Það er náttúrulega hann var í hans tekin frá, sko. Skammakrókin. Það er algjörlega brjálæðislegt. Já, galin ákvörðun af hálfu lögregluna að því, já, senda hann aftur út. Gefum okkur það að óeinkennisklæddi lögreglumaðurinn sé bara venjulegur lögreglumaður og aðalvarstjóri Arnar sé stjórnandi aðgerða og svo sem gefur fyrirskipunum þetta, þá er það akkurat hann sem missir fullkomlega stjórn á sér. Ég sagði þessum hann er algjörlega stjórnlaus í ofbeldinu. Og það sést bara á öllum myndböndum. Sumarlökunar maður voru bara í hálfgerðu sjokki að sjá hvað félagar þeirra voru að gera. Já, var hann hrindandi fólki á miljón. Hann tekur bara fólk og rífur í hárið á konu sem hann er búinn að gasa, og hún sér ekki neitt og reynir að grípa í eitthvað og þá rífur hann í hárið á henni og hendur henni í götuna. Þetta er á einhverju svona... Þetta er bara svona viðbjóð. Bandarískt. Já, maður hafði svona tilfinningun eða þeir hefði verið nýbúin að horfa á einhverja bíómynd saman. Já. Sumir náttúrulega farið þetta starf bara eingöngu til þess að beita valdi. Bara eineltis eitthvað svona. Þeir sem ættu síst kannski að vera annars. Einmitt. Og þeir eru einmitt settir á mótmæli og svona. Já. Já, það er vist í boði innan lögreglunar að segja nei við þessum vöktum. En það virðast vera sumir sem sækjast í þær. Já. Það er búin að vera mjög duglegir að mæta hana. Ég held ég að segja einhverju áðan sem hefur verið, ég hef séð á Facebook vera frekar opinberlega bara að styðja Ísrael og eitthvað, Getur rangt til mér en ég held það. Nei, ég held að mikið af þeim gera. Já, hryllilegt. Hafið þessi myndinar frá Occupy Wall Street mótmælunum í Bandaríkjunum þar sem að það er að mynda einhverjir ungir mótmælendur búið að handtaka af, þau eru í járnum og svo er mjög feit amerísk lögga lappandum og svona að spreyja piparúða á þau, bara eins og ekkert sé, Já, þegar búið að festa og hann bara yfir þau, Notar bandaríska lögreglan ekki einhvers konar ísraelska taktík við margar svona eins og handtökur og... Get ekki alveg sagt með vissu, en þau vinnum náttúrulega mikið saman. Það er hann, þetta var, veit ég að í Suðuríkjunum, hann að þar hef ég séð fréttir og umfjallanir það að lögreglan, ég man ekki alveg hvar það var, hvort það var í bara, Louisiana, ég man ekki eins og hvað það var. Það beitir svona samskonar. Já, Cop City. Já, þeir hafi hlotið þjálfun hjá IDF. Já, ég nefnilega veit það Er ekki rétt mér að
að lögreglan hér síðan fær hérna þjálfun hjá bandarísku Jú, veistu það og þá bara og það er að fara að aukast. Svona þetta. Ég ætla rétt að vona ekki. Temur, segir nú bara. Ég ætla að vona að þetta mun ekki aukast. Við grunar það. Nei, sko, það sem er mikilvægt í þessu er að við, sko, Við komum rafbyssur. já, að við bara, þú Það er veist, næsta að skref. viðbröð okkar til dæmis annað föstudaginn, sko, og þetta hafi bara afleiðingar fyrir lögregluna. Akkurat, Sjálfsögðu. það verður að vera. Verður að vera. Það Ekki er lagi, bara ekki neitt. lykilatriði. Annars, er þetta lýðræði? Er þetta lýðræði þetta þá? Nei, ég meina, Það er alltaf einhver hópur yfir okkur öll hinn hafinn. Já, það var nú lögreglan sem sagðist vera að þessu til að vernda rétt okkar til að mótmæla. Þetta er í algjöru þversögn við... Já, þetta er svolítið mikil þversögn þarna. Já, ok. Heldur betur. Líka bara eftir að sjá manneskjur svona rauðar í framan og svona það verið að mæla með því að setja sko fötin í plastpoka og ég var bara, þú veist, hugsaði með mig bara eitthvað, af hverju, Svo mikið eitur. eitthvað fötin í poka, þú veist, að þá verður maður að passa sig að vera ekki eitthvað svona snert þetta og þú veist, alls ekki nuta augun og eitthvað svona. Þetta er eitradrasl sem er í þessu mitt og þetta getur er haft sko alvarlegar afleiðingar. efnavopn. Já, Já, bókstaflega. Já, Og getið ímyndað ykkur ef löggan væri komið með rafbyssunar og labbandum, þú veist, og myndir þér ekki bara nota það er rögg stutt á í þér. svipaðan hátt og segja bara við þurftum að beita rafmagnsbyssum þarna, þau fylgdi ekki fyrirmælum, þú veist, Já. það sem þeir segja. Eins og það dugi til, sko. Já, sko, að þú veist, að fylgja ekki fyrirmælum lögreglu, það gefur enga ástæði til þess að beita ofbeldi. Nei, fara þeir ekki gegn verkferðlum líka bara þannig, sérstaklega. Það að fylgja ekki fyrirmælum, það er absolutt auðvitað, þá hefur gerst brotlegu við lög, en hins vegar náttúrulega svíkun út af skatti, þá gerstu líka brotlegur við lög, en það er engin ófríður í, sko, það hefur ekkert með ófríð eða læti að gera, sko, það er bara, þú bara hlýtir ekki fyrirmælum og þá getur lögreglan kært þig, skilur við lögbrot, það er allt annað heldur en að sko beita fólk svona grófu ofbeldi. Líka, þú veist, er ekki verkferðlanir, verða það ekki að kalla gas áður en það er? Jú, þeir eiga, það verður að vera. Þess vegna verið hissað að þú segir engin viðvörun. Já, engin viðvörun. Í Rauðaborðinu eftir klukkan 8 koma fleiri sem voru þarna og lentu með í piparáðanum og þau munu tala um það að vera Kosai Ode, Kristján Hlín Lehmann, Daniel Þór Bjarnason, Lukas Sigurðardóttir, Pétur Eggers og Bergþóra Snæbjörnsdóttir. En áðan sáu þið að á mótmælunum, þetta voru kröftum mótmæli fyrir utan Alþingi, þingið var í gangi, þau heyrðu í okkur inn í sal eflaust. Svo komu sumir ráðherrar og sátu þarna í svona það sem er gler, það sem gengur inn í Alþingi og ráðherrar Vinstri grænna sem settist þarna og voru eitthvað að spjalla. Mér finnst það bara svolítið skrítið, það er nóga skrifstofu svæðið þarna, ég veit ekki alveg hverju þau voru þarna. Svo kom þarna Guðrún Hafsteins og hvað heitir hann, Jón Gunnarsson, þeir eru nú gott Gunnarsson. En var þetta eitthvað málefnalegar samræður sem að voru að hafa, það voru að segja bara æja, krakkar, vil ekki bara Þeir voru náttúrulega í glerhýsinu sínu og horfa niður á okkur. Já, það mjög svona symbolik. Ég sá nú einhvern þingmann gera svona hjarta út í gluggann. Já. Það var bara gott að sjá það. Nú, ok. Með okkur liði. Ég segi við að gera eitthvað ríflega meir en það. Já, það var ekki næst með það, en vonandi er þess að gera meira, hvað veit maður. Það er svo gott að sína hér. Ég er að æfa. Ég man ekki hver það var, sá ekki hver það var. Nei, ég kannast ekki þannig að þetta hefði getað verið starfsmaður einhvers þingsflokksins eða hvað það er. Náttúrulega þau mörg í Samfylkingunni og Pírötum hafa verið að beita sér mikið fyrir Palestínu, sem er mjög gott, maður vonar að þær raddir verði hávarir hana. Og við sósíalistar alltaf. Rosalega gott líka að þau myndir beita sér fyrir því í þinginu, sko. Já, leggja eitthvað fram, bara. Mér finnst það alveg fengið toppöngun hjá mér ef ég gera það í vinnunni. Sko, það er ekki einu sinni bara væri gott að myndi gera, það er eiginlega bara nauðsynlegt. Já, það er nú búið að leggja línuna fyrir þau hvaða skref þau þurftu nákvæmlega að gera. Ég veit ekki, þetta lendir svolítið á einhverjum öðru fólki að vinna vinnuna fyrir þau stundum, eins og með að hjálpa annað fólki. Það er eiginlega orðið meira eiginlega svona frekar regla en undantekning, sko. Var þetta ekki 4 kröfur, viðskiptaþvinganir á Ísrael, leita samvinnu við Norðurlönd og Írland og Spán svona samhæfa aðgerðir? Slíta stjórnmálasambandi við Ísrael og styðja málsvald Suður Afríku, sem okkur ber að gera einmitt samkvæmt Genocide Convention eða sáttmálum gegn þjóðamorði. Þá eiga þjóðir að bregðast við og gera eitthvað til að stoppa þetta. Ég segi sko, þú veist,
You just wait ef þið gera það ekki. Já, það verður bilt fólk. Ég meina, þú veist, við verðum bara tekin fyrir alþjóðadómstólinn. Já. Það er það bara. Já, gerið það. Það verður sagan. Einmitt. Það verður sagan, sko. Nema, einmitt, þetta er svo hættulegi tímar einmitt núna þegar sko Bandaríkin að missa svolítið sína svona einráðsstöðu sem þau hafa haft frá falli Sovétríkjanna. Þannig að ef þetta alþjóðakerfi og alþjóðlega lagakerfi á að halda ykkur í vatni að geta eitthvað nýst mannkyninu í framtíðinni, þá verður að tryggja að því sé framfylgt allavega á bara algjöru svona grundvallar leveli þegar við erum að horfa á einmitt þjóðamorð í beinni útsendingu með bandarískum vopnum, þú veist, beinum stuðningi vestursins. Það verður að vera hægt að gera eitthvað. Það verður að vera hægt líka að geta lagt traust á eins og the United Nations og einmitt alþjóðadómstóla að framfylgja því eins og þessi handtökuskipan og þetta. Það er rosa flott, þeir eru búin að vera með rosa flotta ræður alla þessa mánuði en það þarf að sína vilja í verki, sko. Og Netanyahu með derring, sko, við saksóknarann hjá glæpasdómstólnum og segir, sko, hún ætti að passa sig, hún verður handtekinn, sko. Þarna ætti okkar ráða fólk að koma út og tala hart gegn þessu. Sjálfsögð. Svo náttúrulega hótanir og annað vera að hakka. Já, það er bara búið að vera í gangi alveg í 10 ár, sko. Ísrael er búið að vera, að ofsækja einmitt hana, Fatou, söðurafríska saksóknarann hjá alþjóðaglæpadómstólnum. Hún er algjör hetja, sko. Nagli. Og ég meina, þeir eru að hóta fjölskyldennar og þeir eru, þú veist, bara gert allt bara. Hvernig má það bara? Og svona. Sko, þú veist, þeir hafa komist upp með allt. Já, ég meina það. Það er eins og Ísraelar séu og hafa bara alltaf verið yfir lög hafin. Já. Það er alveg rétt. Það er galið. Það er hreinlega verið þannig frá stofnun. Það er bara í sóni, sko. Mér er líka alveg svipta gríminu af Bandaríkjunum þannig að hvað Ísrael er mikið colonial state af Bandaríkjunum. Það þarf að taka neitunarvaldi finnst mér á Bandaríkjunum. Já, það er margt hægt að gera. Það væri hægt að taka neitunarvaldi burt og ráðstafa sætum í öryggisráðinu á lýðræðislegri og sanngjarnari hátt og svo bara láta þú veist kannski 2/3 meirihluta ráða, þú veist, það er ekki hægt að beita neitunarvaldi. Mögulega, þú veist, og einmitt Suður-Afríka er búin að vera að tala svolítið fyrir þessu að breyta öryggisráðinu svo sé hægt að gera eitthvað og við ættum að vera með þar. Auðvitað. Skild okkar. Sem líka friðsalasta þjóð í heimi. Og við erum friðelskandi þjóð. Já, vorum það allavega. Ekki stjórnvöld greinilega, en við erum það. Ekki þetta skipti. Er það mjög bagalegt að því að sko, þjóðin vill eitt og stjórnvöld gera annað. Og það er mjög slæmt. Það sé ekki neins konar svona traust á hvort Ég meina þau bara vinna í okkar þjónustu. Þau er á að vera svoleiðis, já. Þau vinna náttúrulega í þjónustu peningana. Já, það á að vera svoleiðis. Þau eru þarna. Það eiga að þjóna okkur náttúrulega. Já, þau eru sér að það er. Þau vinnur fyrir okkur. Vinnulýsing. Já. Algjörlega, þau eiga að vera að framfylgja vilja þjóðarinnar. En það verðist, þau komast meira upp með það í dag sko að koma sér inn á þing á algjörlega fölskum forsendum, segja eitt og gera eitthvað allt annað sem er náttúrulega bara hrikalegt í sjálfu sér líka, þú veist, svona hnignun líðræðisins. Pæla vera það gráður og blóður á höndunum og það ekki. En þá þarf það að fara að líta í speil og kannski reyna að skammast þín bara. Nákvæmlega. Það sé nú ekki inn á kunnáttasögu. Nei. Það orð sé bara ekki til í orðabókinni mörgum þeirra. Já. Því miður. Er þið ánægð með forsetakosningarnar? Já. Sko, það er rosa mikið verið að tala um hvað þetta hafi verið fjölbreytt, einhvern veginn svona flóra, þetta væri svo fjölbreyttir frambjóðendur, sko. Þú veist, jú, ef maður skoðar út frá einhvern svona mjög þröngum ramma, en ég meina þetta voru allt held ég innfæddir. Hvítir, engin innflytjandi við framboði. Þannig að þetta var ekkert, þú veist, hvað er fjölbreytt og hvað er einslegt. Mér finnst það alltaf svona áhugavert, það var alltaf verið að tala um bara þessi lýðræðisveisla, við erum að fá svo fjölbreytta flóru, eitthvað svona. Já, þetta er enda góð punktur. Já. Jú, úr öllum áttum, eitthvað svona, þú veist, leikari og
byrjum fórsetisráðherra og samkynhneigður maður, konur viðskiptalífinu, eitthvað svona jú, þú veist. Það var bara ein sem gegn NATO og það var Katrín og svo fór hún beint að segja en samt hefur enginn gert meira en ég fyrir NATO. Hjá MBL þá voruð þið beðin að rétta upp hönd eða þið væru hlynnt aðild Íslands að NATO. Sagðist hún vera ekki hlynnt? Það var Katrín svo eina sem lyfti ekki hendinni. Voruð ekki bara 6 þarna í viðtali? Það var ekki allir. Já, 6 efstu hana. Og Katrín setti ekki upp hendina, þetta var svona þessu var beint að henni og þá fóru allir að ráðast á hana, Jón og Baldur og fleiri bara, Baldur sagði að vera ótrúverðugt að vera leiðtogi hérna og tala ekki gegn vestrænni varnarsamvinnu en svo fyrir Katrín að segja bara en þú veist ég hef fylgt öllum skuldbindingum sem við Ísland höfum með Atlantshafsbandalaginu og að segja þú veist enginn hefur við eigum ekki að hafa neina skuldbindingar til þeirra þannig að mér finnst það mjög skrítið. Svo hann varandi vopnakaup og eitthvað svona þú veist, þá kom mér alveg óvart að Jón varði því það. Já, það var mjög skrítið. Já, það er bara hans skoðun. En sko eins og með NATO svona... Já, það er alltaf svo, þetta er mjög svekkjandi, þetta er bara mjög svekkjandi tíma vegna þess að ég held að svona tími afhjúpunar eins og núna. Þetta er afhjúpunar. Gjörsamlega. Þú veist, þá verður skýrleikin óþægilega mikil. Og það er í bara, sko, nærsveit og fjarsveit. Sko, það er bara... En ég skil ekki og mun aldrei skilja, við erum ekki með her, hvaða stað eigum við í því að vera að borga eitthvað skatt til NATO fyrir vopnaframleiðslu til að fjármagna morð á fólki hinum inn á hnettinum. Ég með hugmynd. Já. Peningar? Hættum að borga skatt. Já, nei, vissu það í lögum, ef að þú veist að skattpeningurinn, prósent af skattpeningurinn er að fara í stríðsglæpi, þá máttu hætta að borga það. Já. Hér heima eða? Þetta er hreyfing í Breitlandi núna. Já. Það var held ég eitthvað fyrsta svona borgarlega óhlýðni verkið sem var gert. Ég man aldrei nöfn á neinum, en það var svo manneskja sem að, hvort það var bara í þrælastöðin í Suðurríkinu með eitthvað svoleiðis sko. Svo var ekki hlindur þrælahaldi að hann gerði þetta, hætti að borga skatta. En hvað ef ég fer núna og segja bara ég vil fá launin mín, ég bara teki ekki þátt í þessum bankaviðskiptum, borga gjöld og einhver þjónustu gjöld í gæsleppum. Gæti ég, þú veist, beðið Reykjavíkurborg að láta mig bara fá launin í umslagi, segja bara ég er ekki með reikning. Hvernig virkar það? Ég ætla að prófa það. Þeir geta ekki neitað launin. Er það? Nei, þá færðu bara beint í stéttarfélagið. Ég er ekki í stéttarfélagi. Nú, já. Já, en samkvæmt lögum það má ekki withhold your salary. Ég held að þetta er bara þessu öðru, sko, fjöldahreyfingin. Já, mátturinn í fjöldanum, sko. Ef maður fyrir einn að gera eitthvað svona, þá hefur það kannski takmarka áhrif, en ef það er stór félagsleg bylgja, þá hefur það verulega áhrif. Í alvöru. En eitt þeir eru að messa í röngum kynslóðunum núna. En eitt varandi NATO, þó sko fólk væri ekki hlynnt í að fara úr NATO, þá gætu við samt bara talað fyrir alþjóðalögum og mannréttindum og sagt að það sem gerðist í Líbíu, Júgóslavíu, innrás Bandaríkjamanna í Írak, það þarf að taka á þessum atriðum ef við ætlum að halda áfram þessu varnarsamstarfi svokölluðu sem hefur ekki varist neinu, heldur bara alltaf gert árásir eiginlega sko. En við gætum gert það óverið í NATO, bara svo það sé skýrt sko. Já, líka bara við ætlum að reyna að halda þessum stimpli að vera friðsælasta þjóð í heimi. Kannski minnsta sem við getum gert er að allavega fordæma morð á tugum þúsundum barna sko. Minnsta sem við getum gert. Ég kemur líka óvart, þú veist, að við erum stofnþjóð NATO og þú veist, að við beitum okkur aldrei gegn einhverju. Við erum alltaf bara hana með, sko. Já, I'm just happy to be here. Já, og svo náttúrulega er bara sko, mjög alvarlegt að ég meina, íslenska þjóðin hefur aldrei viljað verið í NATO. Ég meina, það ekki upphafi og ekki, þú veist, okkur bara tróðið þarna inn, sko. Hvers vegna? Það er ekki búið að gera uppgjör við það? Nei, það á eftir að gera uppgjör við það, sko.
og núna þetta orðið þannig með þess að þú segir, sko, bara, þú veist, og við erum alltaf að passa okkur svona hvaða orð við notum, að ég get ekki upp orðalega eftir til dæmis eins og sko, eins og talum að Baldur Þórhallsson talar varnarbandalag. Þetta bara hernaðarbandalag. Já, þetta hernaðarbandalag. Og þá kallaði hernaðarbandalag, þannig að það ekki annað. Og þetta bara mjög skrítið á Íslandi, það ekki talað um þetta sem varnarbandalag í Evrópu og Bandaríkjunum, þetta hernaðarbandalag. Sem það Og við græðum náttúrulega, við græðum ekkert á því að vera í þessu. Ekki neitt. Við erum bara einhver millilending eða varnarsvæði. En þau kunna nota orðin. Það er að nota okkur. Já, ekki einhverjir sem græða á þessu? Ég meina það alltaf fangaflug og vopnaflug og þú veist, þið bara vitið ekki hvað hverju verið að fljúga hérna á nætunar, sko. Jú, ég nefnilega þekki flugumferðarstjóra sem stutt síðan hann sagði mér mjög skeri upplýsingar sem ég náttúrulega get ekki segja hér. Já, maður hefur heyrt líka þetta er oft svona með Bandaríkjamennina að þeir segja, þú veist, við áttum að hafa sagt til Bandaríkjana einhvern tímann, við viljum alls ekki fá kjarnorkuvopn en nú eru þeir samt bara að, þú veist, gera Ísland tilbúið til þess að vera flugstöð fyrir kjarnorkuflugvélar, skilur og staðsetningin okkar hernaðarlega mjög svona hagkvæm og æskileg. Svo líka að tala að herinn hafi farið en hann fór aldrei. Það er að róa okkur í þessari hagkvæmnisleit í frjálshyggjunni sem við erum að finna okkur í. Tóna sig aðeins niður. Já, og öryggisvæðingu. Ég meina ef að einhver myndi ráðast inn segjum að það myndi gerast að væri ekki bara best fyrir okkur að gera eins og við gerum þegar Bretarnir komu og bara ok, þú veist, við ætlum ekki einu sinni að reyna, skilur, við erum ekki að fara að sigra Bandaríkjamenn eða Rússa í stríði, það er bara ekki séns, allan er mín skoðun að það væri bara best fyrir okkur að bara ok, þú veist, við leggjum niður vopn og bara, þú veist, reynum einhvern veginn að gera eitthvað að viti, en saman tíma við getum ekkert gert heldur endilega, sko. Það er náttúrulega beðnum þátt í vopnaköpum sem hefur verið gert sem samt bara galið. Við erum sko virkir þáttakendur. Mér finnst það galið. Og það alveg bara, þú veist, Ríkisstjórn Katrínar og núna Benna. Já, hún að heiðurinn af þessu öllu saman. Já, klöppum fyrir henni. Við vorum ekkert spurt, eða þú veist. Nei. Það er rosalega mikið lýðræði hérna. Ég var að fara að segja, ég er ekki alltaf verið að tala um hvað við erum óbúðslega heppin að búa í svona lýðræðislegu ríki og hlustað á alla. Já, svo er eitthvað talning sem fer fram. Já, rosa lýðræði. Allir að fyllir í þær og þetta er náttúrulega ekki grín, sko. Nei, hún verður að hlæja þessu, þetta er svo... Já, það er afskuld að segja. Annars sem það gráta. Ég var að fara að segja, ef við hlæjum ekki á grátu við. Það er bara svo leið, sko. En svo hitt líka, það er til svo mikils að vinna, þú veist, að bara mannkynið og samfélagi í heiminum geta gert svo frábæra hluti, þú veist, við erum með tæknina og peningana og leiðirnar til þess að gera hlutina almennilega til að taka á umhverfisvandamálunum og svona. Samfélagsvandamálunum líka. Við erum fann að standa mikið saman. Við erum bara að gera það. Þetta er svona eina góða, finnst mér, sem hefur komið úr þessu Palestínu, þessum þjóðamorði, ég ætla að segja átökum, þetta er engin átök, en það virðist vera að þetta hafi kveikt svolítið á einhvers konar svona samheldni, bara svona að við áttum okkur á, ok, þetta fólk sem að ræður, þeim er slétt saman okkur hinn og eina leiðin til að við getum fengið einhverju framkvæmt er bara að við stöndum öll saman. Þetta er við á móti þeim, ekki við á móti hvoru öðru. Þau eru ekki með okkar bestu hagsmuni í huga? Ásækja á bara að skýt saman okkur. Það er orðið nokkuð ljóst seinustu mánuði, sko. Þetta snýrist aldrei mannslíf. Nei, og þetta er svona, Palestína verður svona tákmynd. Já, að eilífu. Og er í raun að veru svona, þú veist, hvað segir maður? Grundvöllurinn fyrir því að, þú veist, að frelsa heiminn er að frelsa Palestínu. Já. Það er eiginlega þannig, sko. Við erum ekki frjáls heimur að við erum að horfa á þetta gerast. Nei. Þá erum við bara í ykkur rugli, skiljum við. Og það er líka, þú veist, það er the illusion. Það er búið að henda bara öllum mannréttindum og allt út gluggan hann ef þú veist, þetta gengur. Já. Það hættir ekki strax, sko. Ég held bara mannkynið er bara, þú veist, hefur bara beðið siðferðisrétt hrun, skiljum við. Bara á þessum mánuðum. Gjörsamlega. Gjaldþrota. Algjörlega gjaldþrota. Gjaldþrota verður mjög, sko, já, bullandi mínus. Þetta er rosalega alvarlegt. Já, mjög. Ég meina bara, þú veist, ef við eigum að eiga okkur viðreisna von, já,
þá verður þetta stoppa og þetta verður að stoppa núna. Helst í gær, sko. Þetta var að stoppa fyrir löngu síðan. Næstu 9 mánuðum. Já. Nei, í rauninni 76, já, bara 76 ár. 9 mánuðir, já, það voru í gangi og ekki með sko, það sem kannski verst í þessu að sjá bara að Ísrael sko í hverju skrefi þá verða þeir bara grófari, þú veist, og þau bara með meiri derring og bara, þú veist, láta eins og þau séu fórnarlömpin og það yngist líka rosalega ísraelski krakkar eru bara 10 ára indoctrinated að trúa því að það skelfilegt bara drepið öll og þau, þú veist það sést að skoðanakönnunum aftur og aftur að mikill meirihluti ísraelsku þjóðarinnar styður þessar hernaðaraðgerðir sem eru búin að vera í gangi. Margir vilja meiri ofsa þeim finnst þetta ekki nóg en svona þetta sko þegar þetta svona öfgakend öfl eins og eru í Ísrael komast til valda og fara að breyta til dæmis menntastefnunni og allir kennarar eru orðnir mjög öfgakendir síónískir að næstu kynslóðir verða það bara á endanum fara að taka þau svona með bara svona hlutir af afleiðingar eins og maður sé með Trump í Bandaríkjunum líka með skólakjöra þetta veitir ekki gott. Svo finnst mér, margir ekki áttu sig á því hérna í hennum vestræna heimi að hérna þetta er hvaða fordæmi þetta að setja skilur í stóra samhenginu skilur og hérna allir þetta er bara hérna úti í heimi skilur bara það er auðvitað líka með það sem að þú veist aftengingin þetta er orðið sko rosalega bara svona já ég veit ekki hvað maður að segja sko þú veist að hvort hefur betur þú veist siðferðislega aftenging eða hérna þessi humanismi sem að verum að krefjast og sem í raun og veru þú veist miljónum manna út allan heim að krefjast sko. Einmitt. Og ætti að vera sjálfsagt þetta er fólk við verðum að trúa því að við sigrum vandunum við höfum styrkjandi þess að getur í því að annars er þetta bara búið sko. Ef við komum saman það er ekki það sem þessi ríkjandi öfl eru hræddari við en þegar við vökkum og stöndum saman við fræðast ekkert meira von í því að sjá þróttinn í mótmælendum hér og út í Evrópu og víðar að þau hætta ekkert þau halda áfram stöðugt aldrei hætta er þetta að vera svona þú veist veruleika fyrstur stjórnmálafólkið eða þú veist að því almenningur stendur saman eins og þið segið bara þú veist tjöldum fyrir utan háskóla þú veist að sofa út í tjöldum samstæðan og allt þetta og þú veist allar þessar kannanir sem sína vilja þjóðarinnar, vilja landsmanna hér á landi, þú veist hvernig ferði í vinnuna og er bara eitthvað þessi mótmælendur, eða þú veist hvað hvernig séu það fyrir alveg að vera með eitthvað skortaða greið siðferðiskennd sko. Já, ég vil menna það því hvað brúar bilið þarna á milli hversu langt átengdur ertu frá bara almennum svona mannúð og myndirnar sem við höfum séð myndböndin sem reyndar eru ekki síðan þú veist á rúfi en eitt svoleið sko. Þannig að það er kannski líka þú veist við erum að reyna eitthvað svona að taka niður það er ekki allir sem sjá þessar myndir sem við hérna mörgallan erum að sjá á TikTok og Instagram og svona ég opna ekki þessu samfélagsmiðla nema að sjá bara þú sér þetta í alvörunni bara í ekki heilu lagi og fleira sko maður á ekki þurfa að sjá þetta sko út af einhverju sem að sko þetta hugtak við munum aldrei fyrirgefa skilur við verður þetta er bara það var bara ekki að gerast nei en ég meina geðrófi allan sólarhringinn já ég líka og svo sögðu þeir never again en var það never again fyrir ykkar fólk bara þá sem sagt nei þetta fólk bara meinir ekkert það sem segir nei já augljóslega svo náttúrulega er held ég líka ekkert fjalla heiðarlega um fyrri hérna þjóðamorð og hérna og alltaf það er alltaf one big bad one og engin önnur það er myndi aldrei aðeins þegar þú segir þetta hérna allar svona samfélagsgreinar þú veist landafræði mannkynssaga allt þetta sem maður lærir sko þú veist þeim verið lítill þetta er allt saman fætingur sko mjög mikið já bara því miður mér finnst bara leitt að segja það en þannig er það sko nei alveg þetta er sem að segja góður íslensku whitewashed Afríka, við ætlum að læra um Afríku öll ríkin í Afríku við ætlum að læra um Afríku sem eitt land ég minnir í grunnskóla að ég hafi ég myndi sko
það var bók sem var að segja að hvíti kynstofnin hafi verið fyrsti kynstofnin og kennarinn það bara ekki hægt. Þetta er reyndar ekki rétt. En pæli að þurfa að kenna þetta. Það er svo vandræðalegt, sko. Þetta er eitthvað úrelt þessi bók. Úrelt? Það er mjög nöðsynlegt að vera með sagnfræði og menntun sem er sko að horfa krítískt og raunverulega á söguna og reyna að finna út hvað gerðist í alvörunni, þú veist, til þess að læra, til þess að gera eitthvað betur núna. Og í Bandaríkjunum einmitt hefur undanfarið orðið mikil vakning stöðu svartra, þjóðarmorðið á Indíánum og Norður-Ameríku innfættum sem voru fyrir Columbus var ekki góðu gæi, þú veist, hann var hryllilegur. Skelfilegur. En núna vilja þeir fara og eru að beita sér feitt fyrir því hægri governors og forsetaframbjóðendur, það er að segja Trump, að bara vilja whitewasha söguna meira og aftur, þú veist, þið hatið Ameríku, þeir talið svona, Christopher Columbus var mjög fínn gæi. Hann fann ekki neitt, hann viltist, hann fann ekki neitt. Þetta er eins og Jú, þetta er svona eins og að segja með antisemitisma þegar það er verið að fordæma einmitt morðin á anti-American. Já, þú þarf gyðinga andúð. Nei, ég var andúð á fólki sem finnst alltaf að drepa lítið börn. Kemur trúliðinni sem að mikið rugl í hausnum á sér. Þú fórst ekki svona alveg gyðing, þú er bara sífunisti. Antisemitism líka er, þú veist, Palestínufólk eru semætt, þeir sem tala arabísku, einmitt, sem tala arabísku, runni Abraham, tungumáli. Það er einmitt mjög kaldanslegt og ógeðslegt í þessu að þú veist, þetta er fjöldamorð á semítum aftur. Ég meina, Ísraelar þurftu að taka upp hebresku aftur eftir sko, hún var eiginlega útdauð, híbrú. Þeir þurftu að svona grafa þetta upp aftur, þeir töluðu arabísku sko. Þannig að ég voru svo aftengt frá raunverulegur sögu sinni fyrir utan að þau eru langt flest eins og hann Benjamin Milogoski frá Austur-Evrópu. Já, hver er það? Ég kannast ekki. Netanyahu. Já, það er fyrsta nafnið hans. Akkurat. Hann heitir ekki einu sinni Benjamin. Nei. Þeir láta þetta hljóma eins og séu frá Miðausturlöndunum en þeir eru frá Brooklyn eða eru frá Þýskalandi. Allir ráðherrarnir eru að hafa skipt nafn. Já. Það var alveg sá lista yfir öll nöfnin hvað ég heiti í alvörunni. Ekkert af þetta er allt einmitt þýskt, austur-evrópskt, Sannleiksrótin er þykk. Já, en á öldum þess sem þeir að vera með þetta bara í beinni í símanum þá sterk. Það er ekki hægt að fela sannleika nægilega sko. Sannleiksrótin er þykk í þeim skilningi að þetta er mjög skuggaleg saga bara sem sagan er skuggaleg, þú veist, það hefur hrikalegir hlutir gerst aftur og aftur og í raun bara, þú veist, nánast sumir hafa sagt sko, mann hann er bara martröð, þú veist, en við erum kannski að ná ykkurum árangri í að auka þekkingu og skilning og með samfélagsmiðlunum og þá þetta er nýtt að allur heimurinn er í beinni tengingu, við getum betur talað við hvort annað og frætt, þú veist, ekki leyfa þessum yfirstéttum alltaf að vera að raskast með okkur. Ritskoða allt sem við sjáum. Stríða, já. Það er bara þann. Senda valdaelitinu bara í rehab. Það er bara, já, skipta þeim út. Við þurfum að halda áfram að mótmæla, við þurfum að setja pressuna á valdaða til þess að fara eftir grunnsiðferði og almanna vilja og við öll hér ætlum að gera það. Já, og þessi ríkisstjórn á hvað, bara 5 daga eftir, eða hvað? Já, fyrir sumarfríða, já. Eitthvað svoleiðis. Já. En bara yfir höfuð 5 daga eftir. Vonandi. Þetta er bara yfirhöfum þessi ríkisstjórn eftir 5 daga. Þakka þér fyrir þetta, ég vissi þetta. Já, þannig að við getum talið niður, það eru 5 dagar eftir í þessari ríkisstjórn. Gott fólk. Svo hvað er það? Það er bara að drífa sig. Já, takk fyrir ríkisstjórn, bless. Takk fyrir komuna æðislega og við sjáumst bara næsta mótmælum, hvet allir til þess að koma að mótmæla, halda uppi þrýstingnum. Og þau eru hvenær? Og þau eru á föstudaginn allavega í síðasta lagi og það er eitthvað að tala ríkisráðsfund á morgun sem stefnum á föstudaginn. Fylgist með félaginu Ísland-Palestína á Instagram og Facebook, þar fáið þið réttar upplýsingar. Það er bendir líka með að fara inn á síðuna því ég held að það sé búið að shadowbanna félagið. Já, ég þarf alltaf að fara inn á, ég held að skrifa hérna í stjórns.
til að vera Sorry, shadowban. Og deila og kommenta. Það eiginlega bara svona að bara loka á algoritma. Það bara svona... Það sem sagt svona leynileg aðgerð sem að bandaríska sko öryggisríkið tekur að það kannski, þú veist, sér til þess að ef einhverja færslur eru með ákveðin lykilorð að það verður merkt og það sé til þess að þau dreifast ekki eins vel og annað efni. Allt sem ógnar ríkinu. Samfélaginu. Það sem að ég segir rétt að endilega stimplið inn og kíkið sjálf ef þið eru ekki að sjá neitt frá félagina því að þið getur þurft að fara að leita því sjálf. Takk hérlega fyrir komuna. Hérna klokkan 7 sjávarútvegsspjallið og Rauða borðið klokkan 8 á sínu tíma þar sem verður rætt við fleiri mótmælendur, meðal annars spennandi. Takk fyrir í dag. Takk.